aftur hittumst við í blómabrekkunni. Og þó nú skil ég leiðir að sinn, þér alltaf fylgir vinarhugurinn. Ég þakka fyrir hverja unað stund, við munum aftur eiga endurfund. Alltaf fjölgar himnakórnum mín og vinir kveðja koma mun að því. En þegar lýkur jarðlífsgöngunni, aftur hittumst við í blómabrekkunni. En þegar lýkur jarðlífsgöngunni, aftur hittumst við í blómabrekkunni. Enginn elskar eins og þú, enginn brosir líkt og þú, enginn grætur eins og þú. Og þú ert sú eina sem ég elska nú.
bjartsýn í huga, ég býð þeim góðan dag. Ég brosi ég heyri þau syngja þetta lag, og með von og trú í veröldinni nú við getum lifað, ég og þú. Ég sé lítil börn og lífsins tré, og lífið sjálft allt sem ég sé, og ég hugsa með mér, þetta yndislegt líf. Með bjartsýn í huga, ég býð þeim góðan dag. Ég brosi ég heyri þau syngja þetta lag, og með von og trú í veröldinni nú við getum lifað, ég og þú. Ég sé lítil börn og lífsins tré, og lífið sjálft allt sem ég sé,
þau í hverri sveit. Vesalín sóley, sérðu mig, sofðu nú vært og byrðu þig. Hægur er dúr á dagarnótt, dreymi þig ljósið, sofðu rótt. Dreymi þig ljósið, sofðu rótt. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með von til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpa okkur að öðlast trú á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Í 23. Davíðssálmi segir: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum hvíldar, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því
því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen. Lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær. Þó að liggi leið mínum langan veg, aldrei augnanna þinna eldi gleymi ég. Þau minna á fjallavötnin fagurblá, fegur þá einn ég á. Bláu augun þín, blika djúp og skær, lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær. Lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær. Ég les úr fyrra bréfi Páls til Kórintumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Yfir í fjörðum allt er hljótt, eyddur hver bær, hver þekja fallin, kroppar þar gras hjá grænni tóft, gimbillum ljósa sumarnótt, og kleifum fjöllum yfir skið, ein er þar huldu fólks byggð. Bátur í vör með brostna rá, bíður þar sinna enda loka, lagði
hann forðum landi frá, leiðina til þínum fjörðin blá. Aldrei mun honum ástin mín áleiðis róið til þín. Fetar þar léttum fífusund, folaldið sem í vor var að lið. Aldrei ber það óttustund, ástina mín á vinarfund. Grær yfir leiði, grærum stein, gröfin týnd og kirkjan brotin, grasrótin mjúka, græn og rein. Grær yfir huldu fólksins bein, grær yfir allt sem eitt sinn var. Ástin mín hvílir nú þar. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Jesú nafni. Nýtt boðorð gef ég ykkur, að þið elskið hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar, ef þið berið elsku hvert til annars. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Lífið býður líf.
þú segir ég saknaði þín. 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 Náð sé með okkur og friður. Í Guðspjallinu sem ég las hér áðan segir: eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hvert annað. Þegar Jesús segir þetta við vini sína, hann að borða sína síðustu kvöldmáltíð með þeim. Hann veit að endalokin eru nærri. Hann veit að fólkið hans á eftir að upplifa mikla sorg. Hann að undirbúa þau fyrir komandi tíma. Og verkfærið sem hann gefur ástvinum sínum til að takast á við sorgina, hann segir þeim að elska hvert annað, standa þétt saman og sýna hvert öðru hlýju og kærleika. Þegar við göngum í gegnum sorg, þá ekkert sem yljar eins og að finna væntumþykju og alúð frá öðru fólki. Fólkinu okkar sem tekur sér stöðu með okkur í kærleika. Eins og Bubbi tók sér stöðu með fólkinu sínu í kærleika. Hann sýndi kærleika sinn með greiðvikni, skemmtilegum sögum og góðmennsku. Umvafði fólki sitt elsku og kenndi þeim svo margt, bæði með því sem hann sagði og því sem hann gerði. Við skulum leyfa minningunum að streyma og umvefja okkur hér í dag. Hugsa það sem við höfum lært af Bubba, hvað hann hefur gefið okkur með lífi sínu. Á svona dögum nefnilega full ástæða til þess að minna okkur á það hversu margt hægt að þakka fyrir, hversu margar minningar við eigum að gleðjast yfir. Og við notum bergmál þessara minninga til huggunar á komandi tímum, þegar við lærum að fóta okkur í nýjum veruleika, nú þegar Bubbi ekki hjá okkur lengur. Björn Rúnar Jónsson var fæddur þann 30. maí árið 1946. Hann lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi þann 14. janúar síðastliðinn eftir stutt en snörp veikindi. Bubbi fæddist á Horninu hér í Borgarnesi. Foreldrar hans voru Ásta Margrét Sigurðardóttir frá Patreksfirði og Jón Bjarni Björnsson, Borgnesingur og Dalamaður. Björn Rúnar, sem alltaf var kallaður Bubbi, átti 2 systkini. Svandís eldri systir hans var fædd árið 1942 og lést árið 2016. Hennar maður var Birgir Vigfússon frá Vestmannaeyjum sem lést á síðasta ári. Yngri bróðir Bubba Árni Rafn, fæddur 1960. Kona hans Steinunn Jónsdóttir. Bubbi ólst upp á Brákabraut 1 eða á Horninu, eins og húsið var alltaf kallað, þar sem stórfjölskyldan bjó. Afi hans og amma, Guðrún og Björn, sem á föðursystir hans Áslaug og hennar fjölskylda sem bjuggu lengst af saman í húsinu. Það fallegt að segja frá því að þessir 5 arma stjakar sem prýða kirkjunu okkar voru gefnir af ömmu Bubba og afa til minningar börnin þeirra 10, börnin 5 sem lifðu og börnin 5 sem dóu. Í fjölskyldu Bubba voru miklir handverksmenn. Afi hans Björn átti smíðaverkstæði í bakhúsi við Brákabraut og þar dundaði Bubbi sér löngum stundum. Hann fékk líka að koma í járnsmiðjuna til Óla á Egilsgötunni sem gaf honum afganga að smíða úr. Það var alltaf nóg að gera, æskuárin voru fjörug, það óhætt að segja það. Það var ýmislegt brallað, fjaran var aðal leiksvæðið, kaupfélagsfjaran og fjaran neðan við húsið á Horninu. Þegar Bubbi var pínu lítill og ekki úti að leita uppi ævintýr með leikfélögunum eða á verkstæðinu með körlunum, sat hann í glugganum á herberginu sínu og horfði út á götuna. Það endaði með því að Óli í smiðjunni smíðaði rimla fyrir gluggan því hann var svo hræddur að stráksinn dytti út. Á sumrin fór Bubbi á Patreksfjörð þar sem amma hans Svandís átti jörðina Geirseyri. Þar gegndi Bubbi virðulegu hlutverki kúarektors, hjálpaði til við að reka kýrnar og mjólka og gerði rannsóknir á því hvað var hægt að keyra gamla traktorinn hratt. Bubbi átti margar sínar bestu æskuminningar frá sumardvölunum á Patreksfirði. Þar eignaðist hann góða vini og tengdist vel móðurfjölskyldu sinni
sem hann var alla tíð mjög elskur að. Í Borgarnesi gekk Bubbi í barnaskólan. Það var nóg af leikfélögum í nágrenninu. Bubbi átti góða vini og entist vináttan við suma þeirra ævina alla. Bubbi og Sigurður Halldórsson vinur hans fæddust með 5 daga millibili. Þeir voru nágrannar og sátu hlið við hlið alla skólagönguna í barna- og miðskóla Borgarnes. Bubbi missti mikið þegar hann lést fyrir 20 árum síðan. Bubbi var strangtrúaður antisportisti. Honum var tíðrætt eina fótboltaleikin sem hann spilaði. Þá mætti hann í splunku nýjum allt og stórum stígvélum, stóð sig að eigin sögn vel í fyrri hálfleik, en áttaði sig ekki á því að skipt hefði verið vallarhelming og skoraði sjálfsmark í seinni hálfleik. Þá lagði Bubbi stígvélinn á hilluna og lagði metnað sinn í að stunda ekki íþróttir síðan. Hann gat sannarlega verið þrjóskur. Það er gott að eiga góða vini og það var ýmislegt brallað á yngri árum. Sum uppátækin þannig að nútíma foreldrar myndu Jesúsa sig við lýsingarnar. Hefðu geta farið illa, en fór þó alltaf vel. Saltpétur og sykur, brennisteinn og byssuleikir. Æskuvinur Bubba segir, Bubbi var alveg frábær. Allt sprellið sem við gerðum saman er ógleymanlegt. Við gerðum auðvitað ótal skammarstrik, vorum ægilegi prakkarar, en við vorum góðir púkar samt. Það var bara þannig, við vorum alltaf til í einhver prakkarastrikk. Einu sinni komust vinirnir yfir gamlan skíðaslega sem hafði litið betri daga. Allt tréverk brotið ofan á honum og átti að henda. Þeir hafa verið 14-15 ára gamlir. Þeir vinirnir hirtu skíðin undan sleðanum og fengu svo Óla í smiðjunu til að sjóða grind ofan á skíðin. Sleðin var meter á breidd og þegar hann var tilbúinn fóru þeir með hann beinustu leið í Bröttugötu að prófa. Og það er Brattagatan sem liggur hér að kirkjunni. Þeim var bannað að vera með sleðan þar sem betur fer, svo þeir fóru með hann á Skervötnin og settu segl á hann. Það voru teinar á hliðunum og aðeins hægt að beygja, en í góðum byr náði sleðin ægiferð á vötnunum. Í einni ferðinni svifuður upp á land og áhöfnin spýttist út af sleðanum í allar áttir. En svo var kominn tími til að fullorðnast. Eftir 2 ár í rafvirkjanámi hér í Borgarnesi fór Bubbi til Reykjavíkur í iðnskólann. Lauk sveinsprófi í rafvirkjun árið 1966 og fékk síðar meistararéttindi. Hann vann fyrst sem rafvirki hjá Kristni Snæland, síðan Rafblik og svo hjá fyrirtækinu Sandvík, þar til hann stofnaði sitt eigið fyrirtæki árið 1975. Fyrirtækið Rafafl HF stofnaði hann með vini sínum Theodóru Kristjánsinni og þeir unnu saman þar til Bubbi seldi sinn hlut árið 1982. Hann vann gífurlega mikið á þessum árum og saknaði þess að eiga ekki meiri tíma með fjölskyldu sinni. Hann réð sig til rafveitu Borgarnes, þar sem voru venjulegir vinnudagar, en ekki myrkrana á milli. Rafveitan var síðar seld til Rarik, þar sem Bubbi vann til ársins 2015, þegar hann lét af störfum. En hann saknaði þess að eiga ekki meiri tíma með fjölskyldu sinni. Amen. Þessi orð skulum við geyma með okkur, því Bubbi skildi hvað það var sem skipti mestu máli í lífinu, nefnilega fólkið okkar og fjölskyldan. Bubbi giftist ástinni í lífi sínu Önnu Ólafsdóttur úr Kópavogi þann 30. nóvember árið 1968. Veislan var lítil og látlaus. Nánustu vinir og fjölskylda komu saman heima í stofu hjá þeim til þess að fagna kærleikanum þeirra og hjónabandinu, sem átti eftir að verða gæfuríkt og gott þau 56 ár sem þau fetuðu veginn saman. Anna og Bubbi voru ólík en samheldin hjón. Þau ferðuðust mikið saman, 2 með fjölskyldu eða vinum. Það hafa verið farnar margar skemmtilega ferðir þar sem keyrt var á milli staða og landa. Þau hafa keyrt fram og tilbaka Ísland, Evrópu og Ameríku og jafnvel farið til Norður-Afríku. Þegar krakkarnir voru litlir voru farnir ófáir hringir landið, tjaldað á fallegum bölum og lækjarbökkum, svo lækirnir jafnvel flættu inn í tjaldið þegar fór að rigna. Farið var í sumarbústaði á hverju sumri og ferðir farnar út frá þeim. Þau ferðuðust mikið með krakkana sína. Minnistæðust kannski tjaldferðin til Færeyja þegar krakkarnir voru litlir, þar sem siglt var með smyrli, en ótal skemmtilegar utanlandsferðir fór fjölskyldan saman, einnig eftir að við höfðu bæst barnabörn og tengdabörn.
Anna fékk göngudellu þegar hún var fertug. Bubbi, verandi sannur antisportisti, var nú ekki mikið fyrir það, en fór þó í lengri gönguferðir, sérstaklega þegar verið var að fara til Spánar eða til annarra landa. Í kringum gönguklúbbin eignuðust þau hjónin marga og kæra vini. Þó þau Anna og Bubbi hefðu gaman af ferðalögum, voru þau einni heimakær og höfðingjar heima sækja. Tengda barnabarn hafði á orði að hún hefði hvergi komið jafn oft í mataboð eins og hjá Önnu og Bubba. Þau höfðu gaman að því að bjóða fólki í mat. Bubbi var lunkinn kokkur, hann var húslegur. Vílaði það ekkert fyrir sér að ryksuga og skúra. En það var sérstaklega í seinni tíð, tekur frúin fram. Á heimilinu var alltaf sanngjörn og góð verkaskipting. Þegar ég spurði fjölskylduna hvort Bubbi hafi verið félagslindur, svöruðu þau að Anna væri svo mikil félagsvera að hún hefði líklega verið félagslind fyrir þau bæði. Bubbi var hæglátur en glaðvær og gat verið hrókur alls fagnaðar þegar hann byrjaði að segja sögur. Hann bar sig kannski ekki eftir félagsskapa fyrrabragði en hefði gaman af því að vera innan fólk. Þau hjónin áttu á tímabili trillu og seinna stærri hraðbát. Það var farið út til þess að veiða sér til skemmtunar, en báturinn var líka notaður til ferðalaga og á fjölskyldan margar góðar minningar siglingar á fallegum sumarkvöldum á Jónsmessunótt. Börnin sitjandi á pallinum með fæturna ofan í sjónum. Sannarlega dýrmætar minningar sem mikilvægt að halda á lofti. Hugur Bubba leitaði alltaf á sjóinn. Hann hafði ráðið sig á bát einhver sumur frá Þingeyri og sá alltaf fyrir sér að verða sjómaður. Hann fór í rafvirkjanámi því hann sá fyrir sér að geta unnið sem rafvirki á skipum. En svo fór að hann var búinn að stofna fjölskyldu líkt leyti og hann lauk náminu og þá fannst honum ekki fara saman, sjómennskan og fjölskyldulífið. Í staðinn réðst hann í að byggja hús í Borgarnesi. Hann var einn af svokölluðum tíköllum sem byggðu í samstarfi 5 2 hæða hús við Kveldúlsgötu. Þar bjugguðu hjónin svo í heil 30 ár, eignuðust þær börnin sín 2 sem búa bæði í Borgarnesi. Eldri Ásta Björk sem gift Haraldi Má Stefánssyni, yngri Jón Bjarni sem giftur Önnu Helgu Sigfúsdóttur. Barnabörnin þeirra Önnu og Bubba eru 6, elst Saga Vastal Jónsdóttir, þá Stefán Fannar Haraldsson, Björn Ólafur Haraldsson, Anna Katrín Haraldsdóttir, Andri Ólafur Jónsson og yngstur Sigfús Björn Jónsson. Bubbi var mikill afi, besti afi í heimi. Barnabörnin hans eru heppin að hafa alist upp með afa sem hafði endalausa þolinmæði fyrir þeim, gerði allt fyrir þau og ekki síður með þeim. Fyrir jólin voru einu sinni hengt 2 hangilæri undir pallinn. Bubbi afi fór reglulega með barnabörnunum að skoða hangilærið. En nóttina sem Ketkrókur kom í bæinn var lærið horfið og grunnsamleg spor í snjónum. Allt til þess að gleðja barnabörnin. Afi Bubbi var alltaf út í skúr og leyfði krökkunum að vera með, eins og hann sjálfur var alinn upp við. Elstu barnabörnin áttu sína eigin smíðatöflu í verkstæðinu og vinnugalla. Afi, ég verð að fá sverð, var ósköp eðlileg beiðni og afi galdraði fram sverðið leið. Einu sinni þegar fullorðna fólki var að skoða tréverk sem var sérstaklega vel unnið, þá heyrðist í einum litlum með innilegri aðdáun í röddinni. Afi Bubbi hefur örugglega smíðað þetta. Hann svo flinkur, flottur og klár. Og það var líka rétt. Bubbi var flinkur, flottur og klár. Hann var alla tíð mikill hagleiksmaður. Það má segja að hann hafi verið 1000-þjalasmiður. Hann smíðaði allt, hvort sem það var járn, tré eða plast. Ef eitthvað vantaði, þá smíðaði hann það. Einhvern tímann smíðaði hann lykil í borðstofuskáp því sá gamli hafði týnst. Hafði þá bara skráagatið að miða við. Eitt sinn renndi hann fyrir félaga sinn 16 peð fyrir risatafl, ekkert mál. Oft var líka verið að fá hann til þess að smíða varahluti í mótora. Hann var alltaf í einhverjum verkum. Í húsunum þeirra átti hann mörg handtök eins og hann orðaði það svo fallega sjálfur, flísalagði og smíðaði. Auk þess auðvitað að leggja rafmagnið. Hann var iðinn og alltaf að. Nágrannarnir minnast þess að hafa séð Bubba, alltaf á leiðin út í skúr með vindilinn. Alltaf með eitthvað í höndunum, alltaf eitthvað að dytta að húsinu.
Í seinni tíð var hann mikið í skúrnum, dundaði sér meðal annars við að gera upp gamlan Citroen, en hann hafði gert marga bíla upp, allt frá því að hann og Guðni gerði upp vélina í gömlum Willys til að komast til Reykjavíkur í rafvirkjanámið. Bubbi var virkilega natinn við allar fínhreyfingar, gerði allt vel. Og það fallegasta sem ég heyrði var að hann gerði alltaf handskorinn merkispjöld á jólagjafirna til Önnu sinnar, til Önnu, frá Bubba og ártalið með. Þetta eru dýrmætar gersemar nú þegar Bubbi ekki lengur hjá okkur. Bubba var annt fólkið sitt og honum var annt lífið. Hann var mikill dýravinur, enda átti tíkin Trína sérstakan stað í hjarta hans. Þau Anna voru alltaf með einhver dýr á heimilinu, hunda og ketti, en ekki nóg með það mátti aldrei drepa dýr. Þegar hann veiddi mýs á verkstæðinu, keyrði hann með þær fleiri kílómetra til þess að sleppa þeim. Það til falleg mynd af honum með 2 þrastarunga á öxlinni. Hann sagði gjarnan, allt líf á rétt á sér. Hann gerði allt fyrir fólkið sitt, var hlýr og næmur á líðan þeirra. Kannski gleggri á hvernig þeim leið en þau áttuðu sig á sjálf. Börnin hans sögðu, maður verður náttúrulega fordegraður að eiga svona pappa. Manni finnst eins og það sé allt hægt. Pappi var greiðviknasti maður sem finnst. Það þurfti aldrei að biðja hann aðstoð. Hann kom alltaf fyrstur og bauð fram aðstoð. En var ekkert endilega að tala væntumþykju sína, hann sýndi hana bara í verki. Hann setti endalausan tíma í það sem hann vildi gera fyrir fólkið sitt. Það á svona dögum, kæru vinir, svona stundum, sem við erum minnt á að tíminn takmörkuð auðlind. En eitt víst og það að Bubbi nýtti tímann sinn vel. Hann lifir áfram í ykkur, fólkinu sínu, í brosi barnabarna, í töktum og tilsvörum barnana sinna, í ísbláum lit sem minna á augun hans, í því fallega handverki sem hann skilur eftir sig, í góðri sjávarréttasúpu sem á þó aldrei eftir að komast nálægt því að vera eins bragðgóð og súpan hans. Eða öðru sem vekur upp góðar minningar sem við geymum í hjörtum okkar. Sögurnar sem fjölskyldu og vinir eiga af Bubba eru dýrmætar. Því með sögunum lifir hann nefnilega áfram. Þið skulu vera duglega að tala Bubba og segja sögur á honum, því þannig munu minningarnir hann aldrei gleymast. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran vin í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Björn Rúnar Jónsson. Amen. Dyr upp á gátt til að bjóða mína sátt. Það sem einu sinni var, það getur lifnað við á ný. Annað líf enginn veit, enda okkar leit. Ef þú átt aðeins þetta líf, betra að fara að lifa því. Samferða, öll við erum samferða. Hvert sem liggur leið, gatan mjó og breið, torfær eða greið. Viltu gangu mínar dyr, verst ég opnað ekki fyrr, en ég veit að enn hægt að biðja meir og betri byr.
dyr upp á gátt til að bjóða mína sátt. Það sem einu sinni var, það getur lifnað við á ný. Annað líf enginn veit, endalaus okkar leit. Ef þú átt aðeins þetta líf, betra að fara að lifa því. Samferða, öll við erum samferða. Hvert sem liggur leið, gatan mjó og breið, torfær eða greið. Viltu gangum mínar dyr, verst ég opnað ekki fyrr, en ég veit að enn hægt að biðja meir og betri byr. En ég veit að enn hægt að biðja meir og betri byr. Ég var beðin fyrir kveðjur til fjölskyldunar. Örn Viðar Skúlason og Andri Geir Arnarsson senda innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Hugur okkar hjá ykkur. Allra bestu kveðjur berast til fjölskylduna frá Ási frænku á Spáni. Hafdís Ólafsdóttir og hennar maður Guðmundur Einarsson biðja fyrir innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Við skulum spenna greipar ef vill. Ligna aftur augunum ef vill, draga andan djúpt og við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum á þessari stundu að þú gafst okkur líf í samfélagi við Bubba. Við þökkum allt það góðar sem hann gaf okkur og kendi. Helga og blessa allar góðar minningar ástvina hans, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Allar hugsanir okkar, þakklæti og kærleika felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Jesús sagði: Ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði.
Take